Klárt það? Hefum ekki bara að byrja? Sælveriði, við sérst höfum það hefð hérna að boða til svona fundar svona í upphafi annar, látum nokkra daga líða. Og sérst Birgir heiti ég og er skólameistari hérna í Verkmenntaskóla Austurlands og býð ykkur bara öllu velkomin, bæði ykkur sem að sitið hérna í salnum og líka þau sem eru hérna með okkur í streymi. Og við ætlum að fara hérna yfir nokkur atriði og svo er náttúrulega líka bara að gera að spurja ef það er eitthvað sem þið viljið vita og kemur ekki fram. Bara ekki hika við það, stoppa okkur, bara rétt upp hönd og hver sem spurningin er. En sem sagt, ég ætla að byrja og fjalla eins og kemur þarna fram, skólasóknarreglur, veikindatilkynningar og leyfi, skóladagatal, nemendaþjónustu, jöfnunarstyrk, mötuneyti og svo mögulega eitthvað fleira. Svo er það Guðný Björg sem er áfangastjóri og hún er hérna. Hún ætlar að fjalla stundatöflu, vinnustór, vörður og mögulega eitthvað fleira. Svo er það Petra Lind sem er aðstoðarskólameistari, hún er hérna í salnum. Hún ætlar að sýna ykkur aðeins kennsluvefinn, heimasíðu, kennsluáætlanir, erlent samstarf, persónuvernd. Og síðan eru það Aldís og Sigrún sem eru náms- og starfsráðgjafar og þær eru hérna. Og þær ætla svona aðeins að fjalla sitt hlutverk og sína þjónustu og svona varðandi hvað ykkar börn og þið getið leitað til þeirra með. Og svo stendur þarna séu spurningar og svör í lokin en endilega komið með spurningar í jafnóðum ef það er eitthvað sem að brennur á okkur. Skólasóknarreglur. Við fylgjumst með ástundu nemenda í skólanum og þá erum við bæði að horfa á mætingu og námsárangur, hvernig þau eru að skila verkefnum og sinna náminu almennt. Og þrisvarsinnum yfir önnina, semst frá núna og fram í desember, þá fá nemendur umsagnir inn á Innu, sem að Guðný svona fer kannski aðeins betur í, fá semst umsagnir stöðu sína í áfangun. Og þá hittust við líka og tökum stöðuna á öllu nemendum og metum hvort það þarf að grípa inn í. Eins og ég sagði þá er ástundin mæting og vinnuframlag og það sem við erum að horfa á er að raunmæting sé yfir 85% og eða verkefnaskil sé í lagi. Raunmæting þýðir það hversu mikið þau eru í skólanum, óháði hvort það séu búin að leyfi, veikindi eða hvaðna, bara hversu mikið þau eru á staðnum. Og síðan er kannski svona rétt að vekja athygli á því að við gefum einingu fyrir raunmætingu yfir 90%, þannig að við erum svona að reyna að hvetja til þess að mætingin sé í lagi. Ég ætla aðeins að hérna sýna ykkur þetta. Þegar að þið farið inn á Innu hjá börnunum ykkar, sést þetta vel? Já. Þegar þið farið inn á Innu hjá börnunum ykkar þá getið þið valið eitthvað sem heitir viðvera og þá fáið þið hérna nafnið á áföngunum, það er enska, það er íslenska og svo framvegis. Og hérna er þá búið að merkja við, hérna sjáum við M, það er fyrir mætingu, F er fyrir fjarvist og eins og við sjáum hérna er L fyrir leyfi, K er kennaraforföll og svo eru svona ýmsir aðrir mismunandi kóðar. En það sem að kannski skiptir mestu máli er að hérna er til dæmis nemandi sem er 99% mætingu og þá er búið að taka tillit til leyfa og veikinda en við reynum að horfa á þetta hérna sem er raunmætingin. Er þetta skýrt? Og við sjáum að hérna eru til dæmis mörg leyfi sem að útskýra það að það sé svona munur á mætingu og raunmætingu. Þannig að við horfum á þessa tölu að hún sé yfir 85 og að verkefnaskilin sé í lagi. Auðvitað getur ýmislegt komið upp á, við getum verið með nemendur sem að eiga erfitt með að mæta í skólan en skila vel verkefnum. Við getum líka verið með nemendur sem mæta rosalega vel í skólan og skila illa verkefnum. En við reynum að horfa á þetta svona í samhengi og viljum auðvitað helst að báður þessi þættir sé í lagi. Raunmætingin sé góð og þau sinni því sem þau sinna. En er þetta, ef komið niður í 73% eða læra eitthvað, er eitthvað þannig að þau falla á önnunni eða? Nei, þau falla í rauninni ekki á önnunni. Við skoðum þetta heildstætt, eins og ég sagði það geta verið ýmsar ástæður fyrir því að raunmætingin sé slök. Og líka þeir eru svona stutt lið á önnina að þá er líka, þú getur alltaf hækka raunmætinguna
svo yfir önnina, þú veist, af því að þú veist, ef það eru búin að 4 kennslustundir og þú ert fjarverandi í 2, þá ertu bara með 50% mætingu, Já, já. skilur, en ef þú ert fjarverandi í 2 en það er búin að 15, skilur, þá náttúrulega, já, það er auðvelt að hækka þetta. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem, eins og ég sagði, sem við fylgjumst með og svo er þarna 3 sinnum á önn sem við skoðum alla nemendur heildstætt og metum hvað við þurfum að gera, hvort þau eru að kalla á fundi eða hvað. Einhverjar fleiri spurningar með mætinguna og ástundunum? Er sem sagt engin viðurlög við að vera með 73? Ef hann myndi ekki skila verkefnum og var með 73, hvað gerist? Ef hann skilur ekki verkefnum? Eða þú veist, kannski bara svona að skila bara helminginn af verkefnum eða eitthvað. Hver eru viðurlögin? Þetta er alveg góð spurning, af því að við náttúrulega þekkjum... Ég vil bara taka fram að ég er ekki að lenda í þessu, ég bara... Allir að dæma. Nei, þetta er mjög góð spurning, Mæting ein og sér höfum við ekki verið að hegna því fyrir að hún er slæm, heldur skoðum við þetta heildstætt. Og ég held að, megin viðurlögin sem að nemendur lendi í er að ef þau standa sig ekki í skólanum er að þau falli í áfengum og þurfa að endurtaka þau. Mér persónulega finnst það vera eiginlega mestu viðurlögin sem að þú getur lent í. Af því að það hlýtur alltaf að verða svo og það er nefnilega ótrúlega satt fylgni á milli þess að eftir þess að þú mætir betur í skólan því betur stendur þig. Það er bara staðreynd. En svo verða alltaf ykkurir þarna á sittkoru jaðrinum, þeir sem að mæta mjög vel en gera ekkert, þeir eru til, og líka þeir sem að mæta mjög illa og standa sig vel. Þetta eru örfáir þarna, en megin fylgnin er að eftir þess að þau mæta betur því betur standa þessu. En svo er eins og með nýnemana, þeim finnst ekkert gaman að við fylgjumst með þessu, þannig að við verðum búin að hafa samband við þig og við verðum búin að boða þá til okkar. Þannig að þeir vita að þessu fylgst með þeim. Já, þau vita að það fylgst með þeim og það sem við förum mjög eftir að það eru umsjónarkennarar líka með nemendum undir 18 ára sem að fylgjast mjög grannt með þessu. Mætingunni þá fyrst og námsárangurinn svona það verður að líða. Þannig að, já, hann komið þetta okkur síðan eftir það. Já, og það er það sem er gert og þetta er náttúrulega, kannski það sem að vantar inn í þetta er það sem að kemur á undan að oft ef að annarkvort mæting eða verkefnaskilur eru búin að vera ábótavant þá ræða kennararnir við nemendurna fyrst og síðan fer þetta lengra og eins og Aldís sagði að þá eru nemendur boðir í viðtal hjá umsjónarkennara og þá væru þið boðið líka til að finna út af hverju staðan sé svona. Og svo bara hef ég þarna með fyrir 18 ára eldri að það er bara nákvæmlega sama fyrirkomulag að þau eru boðið í viðtöl en ekki með forsjárraðil. Svo erum við með svona ýmis úrræði sem að við getum gripið til ef að hlutirnir lagast ekki og það hefur verið gert en kannski ekki nóg að nemendur skrái sig úr einum áfanga. Við höfum litið svo á að í flestum tilvikum er ástæðan fyrir því að nemendur standi sig ekki að það sé mögulega bara ómikið að gera. Þannig að þá höfum við skráða úr einum áfanga í einu. En ef við erum að tala að svona sé aftur og aftur og það batnar ekkert að þá erum við með þarna að það sé hægt að vísa nemendum í burtu eða segast ekki að þeir geti ekki haldið áfram á næstu enn. Við höfum líka dálítið notað samninga sem að náms- og starfsráðgjafar geta gert og gera þeir samninga við nemendur ástundum, þá kannski hort á næstu vikuna þá ætlum við að gera þetta, mæti alla tíma, við ætlum að skila öllum verkefnum og svo framvegis og svo bara hista aftur eftir viku og þá er það tekið upp. Þannig að þetta eru svona úrræðin sem við höfum. En eins og við sögðum áðan að við reynum náttúrulega að grípa inn í sem fyrst ef að við sjáum að eitthvað er á leiðinni í óefni. Ef að nemandi sem er vísað eða á ekki tryggða skólavist á næstu önn, þá er hægt að vísa, getur nemandi kvartaðurinn til skólaráðs. Skólaráð er skipað af stjórnendum og fulltrúum starfsfólks
og það er hægt að vísa málinu þangað ef að það er ósætti. En við vonum alltaf að þetta fær aldrei þangað. Veikindi. Veikindi eru skráðin á innu og fyrir ykkur er mikilvægt að vita að ef að börnin eru veik, komast ekki í skólan, að fara inn á innu strax að morgni. Það er mikilvægt að gera þetta strax. Hafið þið farið þarna inn og gert þetta, ykkur? Þetta á að vera mjög þægilegt. Það koma bara tilkynningar til okkar og það er mikilvægt að fá þetta strax morguninn. Og eins og ég sagði áðan að þá horfum við á raunmætinguna þannig að veikindafjarvistir það telja ekki en þetta er eitthvað sem við skoðum þegar við skoðum bara nemandann og getur útskýrt ef að námsárangur hefur verið slakur. Við erum ekki að krefjast þess að sé verið að skila vottorðum. Bara alls ekki og það er bara svona stefna yfir landið að vera ekki að krefjast vottorða almennt. Og það er ekki nema að veikindi séu langvarandi þá er það hægt en það er alls ekki skylda. Bara þannig að það sé alveg á hreinu. En ef við erum veikir og missa náttúrulega tíma og nám, hvernig ætlum að bæta það? Sko það er bara mikilvægt að ef það eru langvarandi veikindi að setja sig í samband við umsjónarkennara, setja sig í samband við umsjónarkennara sem getur þá rætt við kennaran og séð hvernig er þetta að mæta því. En bara þetta að skrá öll veikindin á innu og svo þetta ef þau eru langvarandi þá myndi ég segja það að tala við umsjónarkennaran sem getur þá komið í áfram til kennaran hvernig sé þetta að mæta því. Og ef það kemur eitthvað upp á þá erum við held ég ansið þægileg svona til þess að mæta nemendum. Gefa þeim tækifæri á vinnu upp eða hvernig sem það er. Og svo erum við með þarna inni líka veikindi fram yfir 7 daga en þurfa að útskýra fyrir náms- og starfsráðgjafa. En allavega þetta með vottorðin bara það sé á hreinu að við krefjumst þeirra ekki. Einhverjar fleiri spurningar með þetta? En ef börn með flensu vilja fá frekar treysta sér að fara í skóla svona með hosta og eitthvað eða vera heima? Þess að vitur svo. Já, ég held að þið verði bara eiginlega að meta það og með börnunum ykkar hvað þau treysta sér í. Ég held að það sé bara besta leiðin, að vera ekkert að pína sig. Það er líka því að við erum með í rauninni allt á netinu, þá er náttúrulega auðvelt fyrir þau þannig séð að geta fylgst með heima og þá setja sig í samband við kennarana ef það þarf. Þannig að leyfi. Sko, leyfi eru dálítið flókið fyrirbæri í þessu. Samkvæmt aðalnámskrá erum við skyldu til að gefa leyfi í rauninni bara í einu tilfelli. Og það er þetta sem er þarna neðst, það eru keppnis- og eða æfingar fyrir landslið eða íþróttakeppnis, list eða starfsgrein. Samkvæmt aðalnámskrá er þetta eina sem við ættum að gefa leyfi fyrir. En það sem er kannski mikilvægt er að þess utan gefum við leyfi fyrir fjölskylduferðum yngri en 18 ára. Þannig að ef að þau fara með ykkur eitthvað þá gefum við þeim leyfi frá kennslunni. Jarðarfarir eru til dæmis annað dæmi sem að við höfum gefið leyfi fyrir. En það sem er kannski mikilvægast að hafa í huga, fyrir ég var að tala um raunmætingu áðan, að það er 15% svigrúm sem eru 11 heilir dagar á önn sem þau hafa til þess að vera einhvers staðar annars staðar. Sem er alveg heill hellingur, sko. Það er ekki gott, nei, en þau hafa þetta svigrúm að sé 15% ef eitthvað er. En kannski það sem er samt gott er að ef þau eru ekki í skólanum, ef þau eru að fara eitthvað að sækja leyfi líka fyrir því að innu, þannig að það sé skráð. Þótt að það sé eitthvað sem að fellur utan þess sem er samþykkt. Og svo er bara best að hugsa þetta eins og er þarna neðst, að
Leyfið er frá kennslustundunum en ekki frá námi. Við erum með allt á netinu og ef þau komast ekki, geta ekki verið hérna á staðnum, þá þurfa þau samt að læra. Sama hvert erindið er. Hvað sækir maður leið? Skrifar maður bara inn? Það er inn á Innu, já. Það er inn á Innu, já. Og það er bara almennt, og þegar við vitum að eitthvað í gangi, keppnisferðið eða eitthvað, þá sækjum við það. Setið allt inn. Og þótt að þið fáið höfnun, það er samt, setið allt inn. Já, við þurfum ekki að hringja eða Nei. hafa samband við umsjónarkennara eða eitthvað. Nei, í raunin ekki. Þetta er yfirleitt þannig að leyfið kemur og eins og ég segi, flest þessi leyfi eru samþykkt af því að þau falla í eitthvað af þessu. Og þá sjá allir það í Innu og þau sjá að nemandinn er í leyfi og þá af hverju. En ef þetta er... Það er gott að heyra samt í kennuranum Já. ef þú færi burtu í langan tíma. Já. Þú veist, Já. bara upp á að láta vita og komir ekki og hvort það sé eitthvað sem við erum fyrirfram eða eitthvað. Já. En svona dags, ef þetta er 1 dagur eða eitthvað styttra, þá er í rauninni bara það sem að gildir. Sækjum og svo fylgjast með. Saman með 1 og 1 tíman, eins og hvert að fara það er spangir. Já. Hvert að fara og getur tekið stundum klukkutíma, stundum bara 2. Er ágætt að skrifa áður eða eftir þegar hún kemur í skóla út af því að ef ég skráð 2 tíma og hún er kannski 1 tíma frá. Já, og svo er líka bara ágætt ef við skráið 1 tíma og svo kemur hún bara og segir okkur ef það hefur verið lengur, sko. Það er ekkert mál. Og þetta var mjög gott dæmi af því að það er líka annað sem hún gefur fyrir. Það eru, ef þau þurfa að fara til tannlæknis eða eitthvað svoleiðis. Það kemur líka og við samþykjum það. Eitthvað meira með þessi leyfi? Þá er það nemendaþjónustan. Ég ætla bara svona aðeins að tæpa á henni og þær koma hérna eftir mér kannski að útskýra enn frekar hlutverki. Við erum með 2 náms- og starfsráðgjafar sem eru Aldís og Sigrún eins og ég sagði áðan. Þær eru hérna 4 daga í viku. Aldís er á þriðjudögum og miðvikudögum og Sigrún er á mánudögum og fimmtudögum. Og síðan erum við áfangastjóra sem er Guðný Björg og eins og ég sagði að nemendur undir 18 ára aldur eru með sinn umsjónarkennara. Ég sýni hvað það er betur eftir. Og svo erum við með nemendavendaráð sem að getur tekið fyrir málefni nemenda og það er í samstarfi við félagsþjónustuna í einhverjum tilvikum. En þetta eru sérst umsjónarkennararnir og ef þau eru ekki klára á því hver umsjónarkennari ykkar barns er, þá getið þið farið inn á Innu og séð það. Og þetta eru sérst hún Asía og Fanney og síðan Auður og Perla. Og í rauninni hlutverk umsjónarkennarana er í rauninni bara að aðstoða nemendur, fylgjast með hvernig þeim gengur og vera svona oft fyrsta kannski stopp fyrir ykkur. Ef það er eitthvað sem þið þurfa að leita til eða eru það óviss með, þá er að gera heyri umsjónarkennara. Vitið öll hver er umsjónarkennari barnsins? Ég veit nafnið, ég veit ekki hvað ég er. Það er ekki bara inn á Innu. Tjekka því. Jú, það er inn á Innu. Þau ættu allavega öll að vera búin að hitta sinn umsjónarkennara. Já, þau hafa öll hitt sinn umsjónarkennara, þannig að þau eru með það á hreinu. Og hérna þegar við tókum á mótið þeim hérna á nýnumadaginn, þá fóruð þau með umsjónarkennara. Þannig að þau vita, en það er vissulega gott fyrir ykkur að vita líka hver það er. Já, ég veit Við getum haft svona tæknilega aðstoð á eftir. Heyriði, ég ætla aðeins að segja ykkur frá skóladagatalinu að þið getið fundið þetta á heimasíðunni og svona í mjög stuttu máli þá þýðir þetta að grænir dagar eru hefðbundnir kennsludagar. Það er bara kennt samkvæmt stundatöflu og allt er svo á að vera. Á þessum gulu dögum hér, þetta eru svo kallaði námsmannsdagar. Á þessum dögum er ekki kennt samkvæmt stundatöflu. Kennarar geta kalla nemendurna inn, ákveði bara þeir vilji hitta einhvern hóp, bjóða upp á vinnustofu eða eitthvað slíkt.
Þannig að það sem bara mikilvægt að tala við krakkana, þetta ekki frí. Kannski verður þetta frí hjá einhverjum af þeim, en þetta ekki frídagar. Þetta eru skóladagar og þau geta búist við að vera kölluðin. Þessi dagar eru dálítið margir hérna, þetta í kringum vetra fyrir grunnskólana í lok október. Svo eru þeir dálítið margir hérna í lokin. Við erum með mjög fá svona lokapróf, en það ýmislegt annað hérna. Kennarar eru farnir að vera með hlutapróf, verkefni, vinnustofur, alls konar hluti sem verið að vinna á þessum dögum. En ef það eru lokapróf, eru þau á þessum námsmats? Já, við höfum haft þau líka hér, þau eru mjög fá, en eins og ég segi það geta verið hlutapróf, það geta verið alls konar hlutir sem eru þarna og við höfum svona kynnt þetta oft svona miðja önn hvernig þetta mun líti út. En það bara gott að horfa á þetta að það sé í rauninni skóli, það sé þetta búast við því að þau verði í skólanum til 19. desember og eins hérna í maí til 22. Þar fór jólahreingerðin. Þangað til hana kemur í ljós. Hvaða fyrirvari á því hvort þið að mæta eða ekki? Svona, ég vil segja í 90% tilfelli að mæta því ekki, svona breytir því? Þetta að aukast. Já. Aukast mikið. Það var svona, hvar vitaðu það? Hvenær? Við höfum reynt að vera... Til dæmis fyrir að skipuleggja ferð sem væri kannski betra að gera á þessum degi en á gestdegi? Já. Sko, eins og ég sagði, við höfum reynt að hafa þetta tilbúið svona miðjan. Já, fyrir desemberdagana, sko. Já. En eins og 19. Þá er klárlega námsmatssýning. Þannig að þau eru allavega ekki prófið þá. 19. Desember. Já, desember, já. En það sem er þessi dagar í miðjum líka, sko. Já. Ég ger ráð fyrir að við reynum að auðvitað með smá fyrirvara en það ekki nema þá bara í byrjun október, sko. En svo getur komið upp að einhver verkgreinakennari hefur kannski bara fengið flensu og hugsað sér að nýta námsmatsdaga til þess að bjóða upp á auka vinnustofu. Og það er kannski ekkit endilega vitað með löngum fyrirvara. Þannig að þetta svona, já. Fleiri spurningar með dagatalið. Er þetta vetrarfrísdag? Já, við erum eitt vetrarfrísdag sem 20. febrúar. Gráa líka páskafrí og jólafrí. Og það eiginlegt frí, en annars þetta já, jólafrí, páskafrí og svo dagarnir þarna fyrir í ágúst. Og skóli búinn í maí? Já, hann búinn í maí. Síðasti mögulegi dagur 22. Líklegt að verði samt aldrei seinna en 21. sem verður eitthvað. Þegar við erum með námsmatssýningu yfirleitt þannig í lokin, þá getum við komið og skoða verkefni sín og fengið útskýringu á einhvern. Almenni samgöngur, bara svona aðeins að segja ykkur frá því að þau sem að nota rútuna, að það inn á heimasíðu Fjarðabyggðar, náttúrulega gjaldfrjálst í þær og þetta hefur breyst töluvert með þessu kerfi að fyrir okkur að núna eru náttúrulega 2 ferðar á morgnana og fleiri ferðir seinnipartinn, þannig að þau hafa meira valið að hvernig þau allavega komast heim ef þau hafa tök á því. Síðan það jöfnunarstyrkur og við sendum nú örugglega frá okkur núna bara í vikunni líka þessar upplýsingar til að minna ykkur á að þau sem að í rauninni búa hér utan Norðfjarðar, þau geta sótt styrk fyrir náminu og þau sem að búa heima geta sótt og fengið 120.000 á önn og 240.000 ári í eina styrk og þau sem eru á heimavist geta fengið 204.000 og þá 408 yfir árið. Þetta frá síðasta skólaári. Við vitum aldrei við vitum ekki í dag hverjar upphæðirnar eru fyrir þetta ár. Það verða örlítið herri. Og það var síðast að opna núna fyrir umsóknirnar og það þetta sækjum báðar annirnar í einu. Það var síðast að opna núna í gær. Þannig að þið gætu farið á mittlán.is og sóttum þetta. Svo kemur þetta í lok annar, þetta greitt eftir á. Þetta eftir að fara eitthvað í heimavistarmál, eða ég með spurningum með það?
Ég held ég sé ekkert með, er ég nokkuð með heimavistina? Ég held ekki, en það má alveg spyrja um heimavistina. Ég er bara að spá í, af því að nú er minn sonur að, þú veist, í rútunni, eða stekkur rútunum milli. Þú veist, eða kemur upp að það er komið ógeða á rútuferðum, þú veist, er laust á vistinni eða Já. og hægt að sækja það með Já. bara, en hver er kostnaður til dæmis við vistagjald eða leigu og eru þið ekki skyldir til að vera mötuðinn þá líka eða? Jú. Veist eitthvað tölur? Já, ég get ekki kallað þar fram svona nákvæmlega núna. Já, þetta er allt inn á heimasíðunni. Ég get sýnt þér á eftir, ég get ekki kallað þar fram, sko. En þær eru aðeins hærri, sérst, önnin er eitthvað örlítið hærri heldur en þessi styrkur er. Og, já, en við erum mjög hagstæð með við aðra skóla. Við vorum að deila þessum jöfnunarstyrkinn á waffa.is og Facebook síðuna, þannig að þið eru ekki að muna þetta. Getur bara að sé þetta fremst á síðun okkar. Svo erum við með mötuneyti hérna í hádeginu og það er kannski svona breyting frá grunnskólanum að hér geta þau keypt kort og það er hægt að kaupa sér svona 10 miða kort á 16.000, 1600 hver máltíð og geta þau valið hvað þau borða og það kemur matseðill inn á bæðin á heimasíðun okkar og svo inn á Facebook síðu sem heitir Matfélag Vaffa. Þar birtist matseðill svona allavega á sunnudögum, er það ekki? Svona oftast. Ef þau eru með miða, geta þau droppað inn bara eða þurfa að skrá sig fyrir? Þurfa ekki að skrá sig, þau geta bara keypt sér kort og þá geta þau valið hvenær þau fara og borða og það er gatað í kortið. Og þetta er alveg mjög góð matur. Svo ætlum ég bara aðeins að fjalla reglur tóbaksnotkun og áfengisnotkun. Það er náttúrulega bara óheimilt með öllu að nota slíkt hér í skólanum og eins og við erum með tóbak, nikótínvörur að þá erum við með svona ferli að við fyrsta brot hafi viðvörun sendið tölvupósti til nemenda og forsjáraðila og svo við annað brot hafi kallað í viðtal og svo í þriðja broti þá komaði inn á skrifstofu til mín í viðtal sem er svona alvarlegasta og það er bara ef það er endurtekið brot á skólareglum bæði þessum og öðrum þá getur það valdið brottrekstri. Og sama bara með áfengisnotkun sem það er bara óheimilt að vera undir áhrifum áfengis eða annar vímefna á viðburðum. Og það hefur gengið mjög vel, við höfum verið með á böllum og svoleiðis að allir blása og þetta hefur bara gengið mjög vel og þetta hefur bara, já, eins og ég segi, þetta eru breyttir tímar. Mjög breyttir tímar. Já. En símanótkun? Símanótkun er eitthvað sem er... Það eru engar reglur, þetta er því ég spyr ég. Það eru engar reglur aðrar en þær að þau eiga náttúrulega ekki að vera í símanum í kennslustundum að kennarinn leyfi þeim að nota. Og það getur verið í alls konar dæmum. Þau geta notað síman í stærðfræði eða einhverju grein og það er fullkomlega eðlilegt. Ég veit ekki alveg, ég hef svo sem ekki heyrt núna hvort þetta sé eitthvað sérstakt vandamála fyrir að nú eru þau að koma úr aðeins strangara umhverfi varðandi það og yfir í svona kannski margt andstæðina. Ég hef ekki heyrt að það sé vandamál, sko. En er það ekki þá bara eitthvað sem að kennarar bara stjórna? Jú. Jú. En mér finnst allavega það mikill hávaði hérna oft á göngunum að þau eru að tala saman, sko. Mér finnst það bara, og það er alltaf jákvætt. Mér finnst alltaf jákvætt þegar það heyrist í þeim hérna á milli tíma og svona. Það meiri sem búið að það jákvæð umræða meðal kennara að það er allir saman að þetta er mjög líflegur nýnemahópur sem er bara geggjað. Alltaf hress saman hverju við erum. Já, við erum bara mjög áhuga byrjunina. Það fyrir góða veitur bara. Líflegur á góðan hátt, sko. Það er svo sem eitt sem að svona, þú veist, við höfum stundum þurft að ræða við þau umgengni og annað. Svona henda rusli eftir sig. Svo erum við með hérna uppi svona biljartherbergi
sem hefur verið svona ýmislegt og það liðu nú alveg 10 dagar eða eitthvað þangað til að fyrsti brotni kjöðin kom. Og ég tók á móti kjöðunum og svo sagði ég bara inn á kaffistofu, jæja, þá er haustið loksins komið. En ekki það, ég sagði bara við viðkomandi að þetta kæmi vonandi ekki fyrir aftur. Þau læra þetta jafnt og þétt. Að þessa púlkjöð á að nota til þess að spila púl en ekki í eitthvað annað. En annars er þetta bara, já, minnst þetta bara að fara að vel af stað. Ég held að ég sé bara búinn. Ofan í þig. Heyrði, ég heiti Guðný og er áfangastjóri hérna. Birgir kannski kom ekki inn á áðan að við erum svona öll frekar ný í okkar hlutverkum. Erum svona að slípast öll saman, en ég er búin að vera hérna síðan 2019, var námsráðgjafi sem sagt áður. Ég ætlaði bara svona rétt að fara yfir bara svona hvað ég geri, útskýra þess að vörður sem að Birgir talaði og fleira. Núna erum við með 126 nemendur í dagskóla. Við erum með 325 nemendur sem eru hjá okkur í fjarnámi, dreifnámi eða helgarnámi. Og svo erum við með skráða hjá okkur 121 grunnskólanema sem eru hjá okkur sem sagt, í 9. og 10. bekk af því þau eru í svona verklegu vali, þessu samstarfi sem við höfum verið með grunnskólanum í Fjarðabyggð. Þannig að þau eru skráð nemendur hjá okkur af því þau fá einingu fyrir það að koma hingað í þessa verklegu greinar. Ég held líka utan námsframboð skólans, setja upp námsbrautirnar, hvaða áfangar eru kenndir og hvaða önn og slíkt. Held utan lokapróf í dagskóla og í fjarnámi, séum að gera stundatöflur og hluti af þessari nemendaþjónustu. Núna til dæmis fyrstu vikunar eru þau rosalega mikið að koma við hjá mér til þess að breyta einhverjum áfengum. Það er kannski aðalega þau eru að skipta hreyfingar áfanga eða eitthvað þannig, en fyrsta önnin það er yfirleitt rosalega lítið það að þau séu eitthvað að breyta mikið. En stundum koma þau inn, eru búin að innrita sig á einhverju braut og ákveða svo að skipta braut, þannig að það er alveg allir gangur að því. Og í rauninni bara veiti ráðgjöf á námsvali og alls konar svoleiðis og met fyrra nám sem nú svo sem kannski lítið hjá þeim núna en hjá eldri nemendum. Þið hafið vonandi séð öll stundatöfluna hjá börnunum ykkar. Við erum með kennslustundir frá 8:20 til 17:00. Það er nú rosalega sjaldgæft að það sé einhver frá 8:20 til 17:00, alveg bara alla tíma. Þannig að það geta verið ýmis göt á milli í töflunni hjá þeim. Og í rauninni segir þetta sig nú nokkuð sjálft, hvort sem að þetta eru, hvað áfengið stofunúmerið og svoleiðis. Þið sjáu í stundatöflunum hjá þeim eftir hádegi á þriðjudögum, miðvikudögum, fimmtudögum og föstudögum stendur vinnustofa. Vinnustofunar eru í rauninni tímar þar sem að þau geta valið hvert þau fara. Þá er þetta ekki svona áfangatímar þar sem að fer fram einhver bein kennsla, heldur geta þau valið og skipulagt sig bara svolítið, ef þau eru kannski þurfa að vinna verkefni í íslensku, þá er rosalega gott kannski að skipuleggja að fara eitthvað til íslensku kennarans í vikunni eða þannig. Þannig að þau geta í rauninu svolítið stjórn á þessum tíma hvar þeim vantar mestu aðstoðina. Stundum hjá fyrstásnum nú mjög sjaldgæft að það sé einhverju árekstrar. Ef það eru árekstrar þá er það alveg milli áfangatíma og vinnustofu. Ef þið sjáu þannig í töflunum hjá börnunum ykkar og ég er búin að líka reyna að koma því áfram til þeirra, að þá mæta þau alltaf í áfangatíman fram með vinnustofu. Hreyfingin, hvað segirðu? Er skyldumætt ekki vinnustofu? Já, vinnustofan er alveg skylda. Það í rauninni bara að koma á móti áfangatímanum. Við fækkuðum áfangatímanum og í rauninni byggum til þetta vinnustofukerfi. Já, hreyfingin hjá þeim til dæmis alltaf eitthvað í árekstri við vinnustofur, þannig að þetta er bara, en þau mæta alltaf frekar í áfangatíman sjálfan. Nemendur á fyrsta ári sem eru kannski í verklegum greinum og ákveða að taka viðbótarnám til stúdentsprófs, þau lenda stundum í árekstrum af því við erum kannski ekki með þær upplýsingar allar fyrirfram þegar við gerum töfluna, en við bara hjálpum þeim að vinna með það.
Þetta í rauninni svona yfirlit yfir þessar vinnustofur. Við erum ekki búin að prenta út, ég bannaði Petru að prenta þetta út fyrir að því að yfirleitt tekur þessi vinnustofutabla mörgum breytingum á fyrstu vikunum, þar sem við erum svona aðeins alltaf að reyna að sníða okkur að þessu. Þannig að núna förum við að prenta hana út og þá hangir hún svona inn á göngunum. Annars hægt að nálgast hana bara inn á heimasíðun okkar. Og þarna geta við til dæmis bara séð, ok, þriðjudagur, klukkan 14:05 og þá get ég valið þessar hérna stofur og þú getur séð hvaða kennari í hvaða stofu. Þannig að þetta á að vera svona nokkuð hérna auðvelt fyrir þau að sjá hvar og þetta alltaf eins. Þannig að þau geta þess vegna skipulagt vikuna ef þau vilja. Og séð svolítið svona, þú veist, sumir kennarar eru kannski með fleiri vinnustofur til að velja aðrir með færri, þannig að það er svona gott allavega að skipuleggja sig út frá því. Birgir talaði nú aðeins Innu áðan, það í rauninni kerfið okkar sem heldur utan stundatöfluna þeirra, mætinguna þeirra, umsagnir á vörðum, sem ég ætla að fara í rétt á eftir, lokaeinkunnina þeirra, þær koma þangað inn, ef það einhver skilaboð, þá þau sendið gegnum Innu. Þetta í rauninni svolítið svona mentor framhaldsskólans. Námsmatsdagana, og þið eigið að hafa sem sagt aðgang að Innu, það hægt að skrá sig inn bæði með rafrænum skilríkjum og íslykli og mjög gott að fylgjast vel með þarna og sérstaklega og benda þeim líka á að gera það, af því að þau geta alveg, og sérstaklega kannski svona fyrstu vikurnar, þá geta þau kannski fengið fjarvist í vinnustofu en voru á staðnum, en þú veist, það hefur kannski bara eitthvað misfarið skráningin, eða ef að þú varst í tíma og fékkst óvart fjarvist, að þá er rosalega erfitt að koma eftir 4 vikur til kennarans og segja, heyrðu, ég fekk fjarvist í þessum tíma en ég var. Þú veist, þannig að mjög gott að fylgjast vel með bara oft yfir vikuna til þess að athuga hvort það sé ekki örugglega allt. Þú veist, þetta er kannski svona, þú veist, þetta getur komið fyrir en auðvitað þetta rétt í flestum tilfellum. En mæla allavega með að fylgjast, vel með þarna. Petra fer svo yfir kennsluvefinn þar sem allt námsefnið kemur inn. Ég ætla aðeins að fara yfir þessar vörður, þær koma alltaf í kjölfarið á þessum námsmatsdögum sem eru í rauninni ég fá ekki skóldið að tala upp. Eins og hér er námsmatsdagur 22. september. Þann dag geta kennarar nýtt í að hafa einhver próf, kalli nemendur í einhverja vinnustofur eða eitthvað slíkt, en þann dag eru kennarar líka að vinna í því að skrifa athugasemdir hvernig hverjum og einum nemanda gengur í hverjum áfanga. Þannig að, þú veist, ef ég er að kenna bara íslensku, þá fer ég yfir allan hópinn minn og skrifa þennan dag, bara þú veist, hefur skilað nýju verkefnum á, þú veist, flott, eða þarf að skila, eða eitthvað sleiðis. Þetta er bara svona algjört stöðutjekk og þetta er ekki bara stöðutjekk fyrir þá nemendur sem eru ekki að skila neinu, heldur þetta líka bara þannig að þú veist, þú færi líka hrósið ef þú ert virkilega að standa þig. Þannig að þennan dag hér, 23. september, þá getið þið opnað Innu og séð allar þessar athugasemdir. Og þetta kemur alltaf inn í kjölfarið á námsmatsdögum. Og eftir að þessar athugasemdir eru birtar, þá í rauninni hittast alltaf umsjónarkennarar, náms- og starfsráðgjafar og áfangastjóri og skoða athugasemdir hjá öllum nemendum og til þess að svona reyna að sigta strax út, þú veist, er einhver í einhverju vandræðum, þú veist, hverjum þurfum við að fara að hjálpa einhverjum, hverjir eru bara í góðum málum og svo framvegis. Þetta er svolítið svona komið í staðinn fyrir gamla miðanamatið og þá er bara stundum svolítið seint að fara að grípa inn í þegar önnin hálfnuð, en þarna erum við að gera það þegar við 4 vikur búnar og þá erum við bara svona, þá er alveg tími til þess að grípa inn í. Og svo er þetta aftur þarna í lok október og svo aftur í lok nóvember. Þannig að við náum alltaf að svona grípa inn í reglu ef það er eitthvað og þá getum við líka að skoða munin. Kannski er einhver í frábærum málum á fyrstu vörðu en svo kannski á næstu er bara, hefur allt dottið niður og þá getum við gripið inn í og hjálpað viðkomandi hvað svo sem það er sem að hefur Ég er í rauninni búin, sagði ykkur nú ekki í byrjun, ég kem yfirleitt inn og
tala alltaf miklu hraðar en sá sem eru undan mér og get ekki staðið kjurr heldur á meðan. Þannig ég alltaf bara, þú veist, dríf þetta af. Er einhverja spurningar til mín? Það kemst enginn að. Ég er með eina. Já. Einhvern fyrir verkefni og svona, kemur það á kennsluvefinn eða inn? Inn á kennsluvefinn. Það eru bara loka einhvernir sem kominu innu og þessar athugasemdir. Þú veist, í rauninni sem er svona kannski, já. Með þessa vinnustofu, Já. kom á atvikum daginn að Íman og Súsanna held ég, Já. þetta verið einhverju stofu 8 eða 9 manni, hvaða númer var. Ok. Það var fullt af fólki þar. Já. Þeir færðu sig í aðra stöðu og voru að vinna þar. Já. Fjörðu. Já, ef að það kemur eitthvað svoleiðis upp og eins og ég sagði áðan þá erum við svolítið svona að slípa okkur til fyrstu vikurnar með vinnustofunar, stundum sjáum við að það eru of fáar vinnustofur eða við erum of margar eða eitthvað á einhverjum ákveðnum tíma. Mögulega hefur þarna komið bara fyrir að það hefur bara verið of mikið og margir nemendur í öllum vinnustofum og ef það kemur upp að þá er bara mjög gott að koma og tala við mig eða námsráðgjafana og þá bara finnum við út úr því hvort að, þú veist, þá getum við alveg eins gefið mætingu. Þannig að við bara, eins og segi, þú veist, þetta, maður svona nýtir ofta aðeins fyrstu vikuna til að slípa þetta til og svo, og ef það er eitthvað þannig þá er alltaf hægt að koma til mín og útskýra og við bara lögum það. Það ekki og fóru bara sjálfar og kom enginn og fengur. Já, einmitt. Já, og þú veist, við lærum bara af þessu, þú veist, og það bara, þá má alveg koma til mín eða eitthvað og við bara lögum það. Það er ekkert mál. Ég veit ekki, ég sagði það hana bara strax, ég veit ekki, ég gleymdi að spyrja. Kannski, já, og kannski bara já, einmitt. Kannski er hún bara búin að koma. Já. Já. En segi, við reynum nú yfirleitt að koma til móts við þig. Þannig að bara, endilega spjalla við okkur ef það er eitthvað. Það ekki? Erum við ekki bara góð? Þá bara. Smá tíma. Þá bara bjóðum við Petru velkomna. Já. Herru, já, ég heiti Petra og er aðstoðarskólameistari og sé alls konar hérna í skólanum og er í rauninni passað svona aðeins upp á að kennarinn sé að vinna sitt starf með að sinna gæðastjórnun og fara yfir hérna kennsluáætlanir, samþykkja þær áður en að kennsla í áföngum hefst og svo framvegis. Ég sé heimasíðuna, erlent samstarf, persónuvernd og hérna ýmislegt annað. Heimasíðan okkar er í rauninni bara svona bankinn ef eitthvað vantar upplýsingar eins og til dæmis hérna gjaldskrána heimavistinni eða bara í rauninni hvað sem er, þá er allt þarna inni. Eini gallinn sá að það er bara ansi mikið upplýsingum þann inni. En við höfum reynt að einfalda hana á þann hátt. Hún birtist ykkur svona ef við opnið hann í síma og hérna bara næsta sem kemur þegar ég skróli síman eru svona þessi flýtiflipar þetta er svona yfirleitt það sem þið eru að leita af, kemur þannig í flýtiflipunum. Þannig að þið bara viti af því. En inn á heimasíðunni eins og Birgir kom inn á áðan, þarna kemur matseðillinn alltaf í upphafi hverja viku. Fréttirnar sem að birtast hjá okkur, þeim er alltaf deilt inn á Facebook eða Instagram og við svona hvetjum krakkana til að fylgja okkur á Instagram. Við notum story mikið í upplýsingagjöf til nemenda og foreldra og svo eru þau með það er skjár hérna út allan skóla þar sem að þau sjá matseðilinn, hvað er í matinn í dag, þau sjá að það eru forföll hjá kennurum og svo framvegis og þið geti fylgst líka með þeim skólaskjá af heimasíðinni. Þannig að það bara skýrir sig nokkuð sjálft. En ég vil alveg endilega fylgja okkur á Instagram og Facebook ef að þið eru ekki þar nú þegar. Það er bara að koma mikið af upplýsingum varðar námið inn. Moodle, það er kennsluvefurinn sem að, ég ætlaði nú ekki sem að er notað í öllum áföngum og þið komist ekki inn á Moodle nema bara í gegnum ykkar börn, í gegnum nemendina. Þið eru ekki sjálf með aðgang þarna inn til að fara og fylgjast með. Þannig að þið þurfum alltaf að fá að logga ykkur inn hjá þeim. En ég ætla bara rétt svona að sýna ykkur hefðbundna Moodle síðu þannig að þið fáið svona smjörþefinn af því hvernig þetta lítur út og í rauninni
Svona ættu áfanganir alltaf að birtast nemendum, svo bara misjafnt hvað þeir heita. Það er að segja efst á hverri áfangasíðu þá ætti að vera kennslu og áætlun áfangans. Það sem kemur fram hvað er framundan í áfanganum, hvort það er lokapróf að ræða eða stór verkefni og annað. Þannig að hérna efst á hverri áfangasíðu geti þið svolítið fylgst með hvað er framundan á önninni í náminu. Síðan þetta er bara gömul Moodle-síða, þess vegna kemur hérna í janúar, síðan eru bara vikuskiptingar og kennararnir eiga að setja þarna inn allt það efni sem er í rauninni ætlast til að fara ekki fram hjá nemendum. Það er að segja verkefnahólf eða það er að skila verkefnum, eða eru glærur sem við erum að deila með þeim eða einhverja lýsingar á verkefnum og annað, þá kemur það allt þarna inn. Þannig að ef að nemandi missir úr tíma, þá er mjög líklegt að kennarinn vísi á verkefni sem er bara inn á Moodle og þau fylgjast þar með. Það er aðeins misjafnt hvernig kennarar setja upp Moodle vikuna sínar. Sumir setja bara inn hvað þeir ætla að gera í vikunni, sumir setja bara lítinn texta í rauninni hér, en öll skilahólf og allt annað sem að nemandi á að vera að gera í áfanganum, það kemur sem einhvers konar svona flipi undir hverri viku. Og skilahólfin eru eins og þið sjáu hérna, þau eru alltaf þessi rauðlituðu, þar sem við sjáum hvenær verkefni opnar og hvenær það lokar. Og þegar nemendur opna Moodle síðuna sína í upphafi hverja viku, þá kemur séðan náttúrulega ekki hérna hjá mér, þá kemur yfirleitt á forsíðunni hjá þeim, minnir að sé fremst hvaða verkefni eru framundan í vikunni og eftir tímaröð. Þannig að það er auðvelt að fá yfirsýn bara með að fá að kíkja inn á Moodle síðuna þeirra og sjá hvort þau séu búin að skila verkefnum eða ekki skila verkefnum. Aðeins í sambandi við kennslu áætlanir, sýna ykkur bara dæmi hérna eftir augnablik. Þetta er kannski svona besta leiðin til að átta sig á því hvað þau eru að gera í hverjum áfanga fyrir sig. Það er að segja sjá kennsluáætlanirnar, átta sig á, eru þau að fara í lokapróf, eru þau að gera lokaverkefni, eru þau í símatsáföngum eða hvernig sem það er. En þessir 3 flokkar, allir áfangar hjá okkur falla undir annarkvort að vera merktir sem með lokaprófi, lokaverkefni eða símatsáfanga. Ég myndi segja svona að núna á haustönn þá verður svona 95% áfanga hjá okkur símatsáfangar, sem þýðir að það er ekki stórt próf í lok annar eða eitthvað slíkt, heldur þurfa nemendur að vinna jafnt og þétt yfir alla önnina. Það er svona lang flestir áfangar sem að falla undir það. Það er svona kannski þrennt í kennsluáætlunum sem að ég myndi vilja að þið svona væru allan meðvituð Það er eitthvað sem við tölum sem lykilmatsþætti og þeir líta í rauninni, þetta er bara kennsluáætlun úr íslensku núna á haustönn og lykilmatsþættir, það eru stjörnumerktir þættir eða tekið fram með einhvers konar klausu að nemandi verði að ná lágmarkseinkunn sem getur verið 4,5 og getur verið 5. Ef að einkunni næst ekki þá má endurtaka próf eða verkefni einu sinni ef lykilmatsþátt er að ræða. Þannig að við lendum því miður allt of oft í því að nemendur kíkja ekki á kennsluáætlanir og lenda í því að þeir ákveða að sleppa einhverjum verkefnum sem að kannski á endanum eru svo lykilmatsverkefni og falla í áfanga. Þannig að við höfum svolítið verið að herja á kennara núna í haust að bara merkja þetta ennþá betur, tala um þetta í upphafi annar, en svo vitum við bara hvernig þegar allt komið á fullt að það gleymist að spá í þessu og annað, þannig að það er alveg gott fyrir forsjáraðila að vera allavega meðvituð um þetta. En svona langflestir símatsáfangar í haust eru með einhverja lykilmatsþætti merkta inn á kennsluáætlun, þannig að þið getið kíkt á það. Þetta hérna er líka önnur krafa sem að er mikið lagt upp úr núna í áfengunum hjá okkur á haustönn. Það er að segja virkni í námsmatsþáttum. Þá reyndar ekki við í þessum íslensku áfanga hér, af því það er lykilmatsþáttur. En þá er tekið fram
neðst í námsmatsbóksinu að nemandi þarf að taka þátt í öllum námsmatsþáttum áfangans til þess að þeir hafi vægi til loka einkunnar. Þarna erum við í rauninni bara að bregðast við því að nemandi vinni kannski bara í ágúst, september megni af verkefnum og reikni svo út, já ok, ég er komin upp í 45%, bara sleppa rest eða eitthvað, skiljiði. Þannig að margir eru farin að bregðast við í símatsáfengum að vilja fá virkni frá nemendum í öllu, en hérna er ekki gerð krafa og þau þurfa að ná öllu. Þarna bara telur, þú fær 2 kannski einhverju, 7 í öðru og þetta tikkar allt inn. Og hvað var nú þriðja? Já, þetta á nú kannski eingöngu við þá sem eiga, eða þau ykkar sem eru með nemendur í vélstjórnarnámi. Sem sagt núna frá og með haustönn, eða bara núna í ágúst, þá er búið að setja inn ákveðna sérreglur í vélstjórnaráföngum, þar sem er gerð krafa að nemendur þurfa að ná 7 til þess að standast áfangana. Og þetta er rauninni bara svona, við erum í rauninni bara að setja okkur á sama stall og tækniskólinn og verkmenntaskólinn Akureyri, þar sem eru bara alþjóða kröfur að hækka og við bara gerum það líka til þess að nemendur jafnvel sem eru að koma til okkar og fara svo lengra í nám að þeir lendi ekki í vandræðum ef þeir eru ekki að ná þessari lágmarkskröfu sem er 7. En þetta á bara við nemendur núna sem eru í þá fyrsta vélstjórnaráfanganum, sem bara þeir sem voru að byrja í vélstjórnarnáminu í haust. Þannig að og þá er alltaf merkt inn á kennsluáætlunina, bara þá kemur þetta alltaf svona fram. Þannig að það ætti ekki að fara fram hjá ykkur. Svo kláraðu þennan vélstjórnaráfanga í haust, fara í næsta, vélstjórn 2 og þá á þetta aftur við. Einhverjar spurningar varðandi þetta? Hvað áfangar eru þetta í vélstjórnar? Það er svona minni var að byggja? Já, þá heitir það ekki bara vélstjórn 1. Það heitir henni bara vélstjórn 1 núna og Eli er að kenna það. Og svo næsta, er það ekki voru en þá sem við fara bara beint í vélstjórn 2? Já, þannig að þetta eru bara vélstjórnaráfanganir sem heita vélstjórn. Þetta var íslensku, þá myndi hann áfúst að hann var með 6 eða eitthvað. Já, 5. Þetta er bara já, yfirleitt þau ná með 4,75 eða 5 í loka einhvern, þannig að Munum við ekki lista upp bara hvaða áfangar þetta eru? Jú, það kemur í rauninni fram á heimasíðunni, þannig að það sem bara best fyrir ykkur sem eru með börn í vélstjórninni þá kemur þetta kennsluáætlunum alltaf sem þessi klausa. Nei, ekki rafmagnsfræði. Það er alveg nógan á 5 þar. Þeir sem hafa verið í rafmagnsfræði þeir vita hún er erfið. Herðu, ok, þá er ekki meira þetta að segja. Bara örstutt erlent samstarf. Við í rauninni erum innan aðildar Erasmus og mörg ykkar þekkja það nú þegar úr grunnskólunum, allavega í Fjarðabyggð. Barneinsskóli, já, akkurat. Og í rauninni kannski bara það sem mig langar að láta ykkur vita af er það að við erum í ofboðslega góðri stöðu til að senda nemendur út sem hafa áhuga á því að fara eitthvað út á þessari 3, 4, 5 ára skólagöngu. Þannig að ef ykkar börn hafa áhuga á að vera með í Erasmus, hafa góða reynslu af því, langar að víkka sjóndeildarhringinn, fara eitthvað, þá er bara fyrsta skrefi að biðja að kíkja inn á skrifstofu til mín. Ég seti þau á blað og finna einhver verkefni. Og við njótum góðs af því að við erum lítill skóli, við getum aðlagað einhvern veginn verkefnin okkar bara svolítið eftir þörfum. Við erum mjög virk í þessu erlenda samstarfi, þar að segja við erum stöðugt að fá til okkar erlenda nema, við erum stöðugt að senda einhverja út og til dæmis bara akkurat núna í septembermánuði það komið til okkar á laugardaginn 2 stelpur frá Modena á Ítalíu og svo ætlum við að senda 2 nemendur frá okkur núna í lok september að heimsækja þær til Modena í lok september og svo erum við að fá skiptinema næstu viku sem ætlar að vera inn í 3 mánuði frá Þýskalandi og erum einhvern veginn, í augnablikinu erum við við erum að verða búin að manna þetta skólaár en
krakkarnir sem allan voru að koma upp á Nesskóla núna, þau eru strax búin að koma mörg til mín og láta vita að þeim langi að fara eitthvað út. Þá bara setja ég á blað og hnippi í þau þegar ég sé að það er að opnast eitthvað tækifæri. Það alveg áberandi hjá okkur Nesskóla krakkarnir að fara út í tekið eftir myndunum. Já, það það nefnilega. Það bara alveg típist, sko. Það algjörlega. Ef að þau að fara eitthvað út eins og við sendum núna þessar 2 stelpur til Ítalíu í lok september, það fer alltaf starfsmaður með. Þannig að við sendum yfirleitt, bara ég auglýsi innan starfsmannahópsins, einhver ætlar að hoppa með þeim til Modena og það svona, ég yfirleitt ekki vandræðum að manna það. Þannig að bara svo ég orði það fallega. En þetta alveg ótrúlega skemmtilegt og það sem við erum að gera núna, við erum að reyna, við erum með 2 kennara svona aðeins undir smásjá, af því að nú langar við að fara að senda einhverja áfanga út. Við langar að fara að senda þýskunemendarnar okkar til Þýskalands og enskunemendarnar eitthvað annað. Þannig að mögulega lenda ykkar börn í því að á öðru eða 3. ári að bara áfangin hreinlega fara eitthvað út. En þetta getur verið allavega. Já, þau fengu svona bara pínulitla kynningu á þessu á nýnemadeginum, þar sem þau fengu náttúrulega fullt af upplýsingum og svo reyni ég að vera bara áberandi, labba á milli, ég sendi pósta, hengi upp veggspjöld, eitthvað, þú veist, þannig að en svona kannski bara akkúrat núna væri bara gott fyrir ykkur að vita allavega ef að þið eru með áhugasöm börn á einhvers konar erlendu samstarfi, þá bara byrjaði á ferðaskrifstofunni hjá mér og svo finnum við bara út úr rest. Þannig að það bara, þetta allavega ótrúlega skemmtilegt. Þetta síðasta stóra verkefni sem við tókum þátt í. Þarna vorum við með hóp frá Frakklandi, frá Dunkirk í Frakklandi, sem kom til okkar í september á síðasta ári og svo fórum við með nemendahóp út til þeirra í febrúar á þessu ári. Það sem að rauninni bara megin markmiði var bara, þetta var bara random, bara hvað segir maður? Þetta var ekki áfangi, þetta voru bara krakkar búið að safna saman í 8 manna hóp og við vorum í rauninni bara að kynnast Frakklandi og þau að kynnast Íslandi og bera löndin saman, matamenningu og bara ýmislegt. Þetta allavega sjúklega gaman. Ég vil að þau komi öll. Já, það ekkert mál. Ég náttúrulega lenti í því í febrúar, ég þurfti að hringja í foreldri af því að þau voru að fara til Frakklands á laugardegi og það byrjaði verkfall á föstudegi. Nei. Já, það kom allavega til kennaraverkfalls og ég mátti ekki senda neitt starfsmann eða neitt kennara með út og það var akút þar sem ég reyndi að hringja í foreldri hér í salnum, bjóðaði frítt til Frakklands í dekurferð og en svo reddaðist þetta og Jói húsvörður, hann bara tók þetta á sig og sáum liðið í 1 viku í Frakklandi. Þetta ekkert annað gert á svona ferðum nema að hafa gaman og... Jú, það alls konar gert. Það bara misjafnt á milli verkefna. Það alltaf einhver krafa það að þau mæti í skóla, þau mæta í tíma, þau vinna eitthvað verkefni sem þau deila með einhverjum hóp úti eða með hvort öðru. Þannig að þau eru í prógrami úti yfirleitt frá 8 morgna til 3 á daginn, eitthvað svo leiðis og svo fara þau og eru hjá svona hóstfjölskyldum. Þannig að þetta brjálu vinna hjá nemendunum. Þannig séð. En nú þegar ég held ég búin að fá 6 nýnema sem voru að koma núna í haust til okkar að láta mig vita þau ætla út. Þannig að það bara strax, já. Þannig að... Heyrðu, já, bara örstutt persónuvernd og rafræna vöktun. Svona, við erum sem sagt með rafræna vöktun í húsnæðinu hjá okkur og erum með 23 öryggismyndavélar sem eru staðsettar á göngunum, í skólanum, í matsalnum, púlherbygginu og bókasafninu og við alla innganga inn í skólan og á bílaplaninu og einhverjar á heimavistinni líka á göngunum þar. Þannig að þetta í rauninni bara hugsað í öryggisskyni og ég ætla bara að láta ykkur vita af því að þannig séð eru þau stöðugt í mynd þegar þau eru á opnum svæðum hjá okkur, ekki í kennslustofum og alls staðar þar sem myndavél, þar
svona skilti, brostu, þú ert í mynd og það ætti alls ekki að fara fram hjá nemendum. Þetta náttúrulega bara fyrst og fremst hugsað bara sem öryggisráðstöfun og eins ef við lendum í því að það vera að skemma eigur eða annað, að þá aðili innan húsi okkur sem að getur farið og skoðað myndefni aftur í tíman sem að eyðist svo á 30 dögum liðinu. Og kannski bara örstutt með persónuverndina, það kannski bara hefðbundið, það sem kannski fyrst og fremst að nefna þar. Við erum með persónuverndarstefnu á heimasíðunni. Svona helstu punktar úr þessu kannski bara það að þið séu meðvituð að það eru persónuupplýsingar á flakki náttúrulega í gegnum innu til náms- og starfsráðgjafa og í rauninni bara til þeirra sem að koma að málum nemendana. Þannig og við erum að reyna að halda út svona þokkalega virkri Facebook og Instagram síðu og svona tökum stundum einhverja yfirlitsvídeó, myndir og annað, reynum að hafa þannig að þessi hópur og ekki eitthvað eitt andlit í forgrunni, en þau geta þá alltaf óska eftir að þau bara birtist ekki mynd og koma þeirri tilkynningu áleiðis til mín og þá bara fjarlægum við allt sem að þeim líður illa með ef eitthvað kemur upp. Þannig að bara þið séu meðvituð það. Já, ég ætla nú ekkert að staldra lengur við það. En því ég tók þetta með mér, þetta sem sagt, við reyna að gera eitthvað svona inn á samfélagsmiðlana í upphafi hvers mánaðar, þar sem við bara drögum saman út frá skóladagatalinu helstu viðburði eða eitthvað annað sem að vera. Þannig að þetta er septembermánuður, svona helsta sem við viljum muna og fundur fyrir forsjárraðala, guludagur, núna 10. umhverfisdagar 16. og 17. september og svo fyrsti námsmatsdagurinn. Já, fleira var það ekki frá mér, ekki nema að séu einhverjar spurningar. Allt kýrskýrt. Já. Þá bara, hvort að prófið bara annað. Já, akkurat. Allt ekki útlanda, það er spurningar. Já. Nú það, já. Ég heiti Aldís, náms- og starfsráðgjafi og með mér er Sigrún Eva. Við komum í afleysingu á síðustu önn og nú svo heppnar að fá að vera aðeins lengur. Er það ekki bara þessi? Nú, já. Okkar hlutverk innan skólans, við erum málsvarar nemenda og erum bundnar þagnarskyldu. Þannig ef að nemendur vilja koma og ræða við okkur hvað sem hvort sem það tengist náminu eða ekki, þá geta þau gert það. Við erum ekki að veita meðferð, en við getum leiðbeint þeim í rétta átt. Við vinnum að sjálfsögðu með forsjáraðilum í því ef að eitthvað kemur upp og vinnum það bara saman. Og þau alveg meðvituð það og við látum þau vita að ef það er eitthvað sem við metum sem svo að við þurfum að hafa samband við forsjáraðila, að þá látum við þau vita þannig að þau séu algjörlega meðvituð það. Annars að þá höfum við ekki samband við ykkur. Fá ekki öll leyndamálin frá okkur. Nei. Sko. Hvað gerir náms- og starfsráðgjafi? Þetta vita bara mjög fáir. En hugmyndin er bara að við séum til staðar fyrir nemendur. Við getum aðstoðað þau ef að þau upplifa að þau séu að lenda í vandræðum í náminu, þau eru að dragast aftur úr, þau eru jafnvel að uppgötva einhverja greiningar koma í ljós og bara jafnvel ef það eru félagsleg samskipti. Þú veist, ef að þú átt erfitt með eitthvað samnemanda eða eitthvað slíkt eða erfitt í samskiptum við kennara að koma þá og ræða við okkur. Við munum ekki fara með það beint í kennarann, til dæmis ef það væri málið, nýja aðra nemendur. Við myndum bara reyna að vinna úr því með þeim. Við erum líka aðstoðað þau þegar þau eru svona velta fyrir sér næstu skrefum.
hvað þau ætla að gera eftir þau eru búin hér. Þá erum við ofta að skoða, þú veist, hvort að þau séu með réttan grunn inn í það sem þau ætla sér að fara í. Þannig að við reynum svona að áður en það komið að útskrift að vera búin að sigta það eins út. Hvort það séu nógu margir starffræðiáfangar og annað. Það er svolítið leiðilegt að uppgöta svona mánuði fyrir útskrift að ég ætlaði mér að sækja mig eitthvað í haust og svo vantaði mig eitthvað. Þannig að við reynum svona, ef við vitum í hvað þau eru að fara að passa það, ásamt Guðnýju er góð því líka. Mér langaði líka aðeins að nefna því að hún var að fara yfir kennsluáætlanir áðan. Við erum að kenna nýnemunum núna, erum með þau einu sinni í viku. Já, þú einu sinni, ég einu sinni. Og fyrsta verkefni hjá þeim er í raun óútfyllt kennsluáætlun. Þar sem við erum að biðja þau að setja inn öll verkefnin sín og úr öllum áfengum. Þannig að þau að opna kennsluáætlun úr öllum áfengum og setja inn. Það er stór verkefnaskil hér, það er ritgerð þarna, það er próf þarna. Þannig að þau hafi þessa yfirsýn yfir önnina. Og þau eiga að vera með þetta núna, þau mörg hver skiluðu þessu til mín í dag. Ég mætti að kíkja aðeins á þetta. En annars er skjalið óútfyllt inn á Moodle aðganginum þeirra. Því við létum þau hafa þetta á pappír. Þetta er líka hægt að gera þetta í tölvunni, en bara svona til þess að þau opni tölvuna, sæki þetta, skrifi þetta. Við erum svona pínu að neyða þau til þess að opna allar kennsluáætlanir. Þetta er plagg sem við viljum fá. Þetta er plagg sem þið myndu eflaust hafa gott að þið sjá. Já. Jafnvel eiga afritað. Já, svo sem búin að fara yfir mikið af þessu. Eins og með prófkvíða og kvíða. Við getum hjálpað nemendum að vinna eins í gegnum það. Veitum þeim þá hjálp sem þau þurfa þá ef að sumir einhver þarf að vera. Og þetta er eiginlega spurning að ef að þau til dæmis eiga mögulega rétt á einhverju svona sérúrræðum í prófum, að koma þá og koma tímanlega til þess að láta vita, eða til þess að kanna hvort þau mögulega eigi rétt á því. Stundum eru þau bara ekki viss, en ef að þeim finnst að þau þyrftu það að koma þá, þannig að sé hægt að skoða hvort að þau eigi mögulega rétt á einhverju aðstoð. Það er svo erfitt að gera það eftir á. Já, algjörlega. Þetta á að vera bara, og það er kannski ástæða fyrir þetta er ekki niður njörmað hlutverk að þetta á að vera svolítið opið. Hægara megin en þetta nummer 2, þetta einhver villa eða? Vegna sértækra úrræða? Já. Nei. Þetta er raunverulega bara ef það er eitthvað svona sérstakt sem þú þarft aðstoð með. Já, þetta þýðir það bara. En þetta er ekki algengt orð. Já, einmitt. Nemendur þurfa ekki að vera í vanda til að koma, svo sem búin að fara inn á þetta. Það má alltaf bara koma og spjalla, bara taka stöðuna. Þið megi líka vera í sambandi. Þið megi líka senda post eða hringi okkur eða koma til okkar og ef það er eitthvað sem að þið eru óviss með eða þið vilja að við fylgjumst sérstaklega með einhverju varðandi ykkar barn þá bara að hnippa í okkur. Við reynum að vera vakandi fyrir því að sigta út kannski hvaða nemendur það eru sem þurfa kannski aðeins auka að einhverju setja hendina á bakið. Og en endilega látum við okkur vita af því að það tekur alltaf smá tíma að kynnast þeim öllum. Ég held að myndi koma flestum óvart hvað það er mikill vilji ef við bara fáum samstarfi við ykkur. Hvað það er mikill vilji að bara aðstoða þau gegnum þetta allt saman. Og svo er það svolítið þau sem að fatta þetta, að þau fara að koma rosa oft og bara með. Þú veist, heyrðu, það var bara í vinnunni. Sem er líka bara allt í lagi. Það er mjög skemmtilegt. Þetta er hálfgerð sálfræði. Já, þetta er svona alls konar. En ég meina, við erum í samstarfi við HSA, við erum í samstarfi við hjúkrunarfræðing hjá HSA. Þannig og aðstofum þau sem þurfa að fá sálfræðitíma að komast þangað inn
við erum líka í samstarfi við hérna barnavernd og félagsþjónustuna. Þannig að, og höfum verið í samstarfi bara við alls konar. Já, eiginlega bara merkilega. Það sem þarf að vera í samstarfi við, það höfum við farið í samstarfi með. Hérna, já, okkar starf er búið skemmtilegt að því leyti að við erum yfirleitt bara vinirnir. Við erum ekki þessi hérna. Það er búið skemmtilegt. Svona ef það þarf að skammar og svo mikið, þá bara köllum við á Birgi. Og svo segjum við nefndum, við stöndum með þér. Ekki vandi kallinn. Já. Þannig að þau kannski koma til ykkar þegar þau eru búin að vera kvöld á teppið í honum. Já. Já. Allan daginn og við verðum alveg, já, þetta er umlegt. Já. Það veit það okkur alltaf. Einhverjar spurningar? Já, nei. Þeir læra rosalega fljótt, þú veist, á þetta, að bara droppa við, þú veist. Já. Ég man alltaf eftir einum nemanda sem kom til mín að því að hann datt á hjólabretti og hélt að vera handleggsbroti og ég bara, af hverju er þetta komið til mín? Þetta er bara fyrsta stoppi sem þetta er besta frá heilsugæsluna. Já. Kannski ætti hann að fara eitthvað annað. Það er vissar að spyrja því fyrst. Var það eitthvað? Já. Félagslíf. Já, ég ætlaði bara að benda á að því kannski, ég veit ekki hvort þú eru endurtakað í mækinn, en það er hérna skólahjúkrunarfræðingur sem kemur til okkar einu sinni í viku, alltaf á miðvikudögum, 12:40 og 14:40 og hérna sem að er í rauninni bara hægt að panta tíma hjá ef þau þurfa að spjalla við hjúkrunarfræðing eða bara, þú veist, hún vil endilega fá þau til sín og þið væntanlega kannski bendið líka á. Já, við höfum verið að senda til hennar. Já. Þau geta alltaf komið hérna til Sippu á skrifstofuna og panta tíma hjá hjúkrunarfræðing. Já, eða í gegnum okkur líka. Það var skólahjúkrunarfræðingur, miðvikudaga 12:40 til 2 tíma. Já, 14:40. Bara til að ná því í mækinn. Herðu, þá segjum við það gott. Okay. Ég þyrfti ekkert. Ég ætlaði nú fyrst kannski bara að biðjast afsökunar á því að þetta hefur farið fram yfir tíma sem ég gaf upp. Ég fékk nú næstu í áfall þegar ég sá að ég hafði talað lengi hérna í fyrsta skólinu og ég byrði ykkur bara einu það afsökunar á því. Ég held að ég hef ekki verið hérna í hálftíma en allt í lagi. Ég ætla bara aðeins að segja ykkur eitt. Ég ætla að segja ykkur eitt í lokin með félagslíf og nemendaráð að þetta er svona algengt að við heyrum á krökkunum. Það er ekkert félagslíf hérna, það er ekkert að gera, það er svo leiðinlegt, að hérna, nákvæmlega svona. Það er engin stefning á listinni. Já, þetta er svona og þetta er eins og. Má ég segja eitt þá núna? Sorry. Gjörðu svo vel. Perla var hérna á mánudaginn, þá kom hún í tíma hjá öllum nýnemónum og var að kynna Listaakademíuna. Og þau eru rosa mörg, með rosa mikla fordóma fyrir Listaakademíunni. En ég veit að þau myndu samt hafa ótrúlega gaman að því. Þannig ég var svona að reyna að skora á þau af því að það var að gera draugahús núna að fara í Listaakademíuna og reyna að gera draugahús sem myndi gera mig hrædda. Ég veit ekki hvort það er skilað einhverju. En þið með endilega hvetja það því að þetta er næstum því ótrúlega steining. Ekki segja þeim það. Já, ótrúlega steining. Og það er bara akkurat þetta, hvetið til að taka þátt í því sem er í gangi. Og það er nefnilega fullt í gangi og eins og síðasta vetur var félagslífið hérna með besta móti. En samt heyrðum við alltaf, það er ekkert engin, það er alltaf leiðilegt og eitthvað svona. En það verður náttúrulega það ef þau taka ekki þátt, sko. Og ég sagði stundum við þau, sko, ég meina, já, við vorum með þennan viðburð, mættir ekki? Nei, akkur ekki? Þú veist. Þannig að... Þetta er svona í fullana fólkinu líka. Já. Það verðst þau mæta aldrei að neina við. Já, og svo spurðu þau líka, ert þú ekki með einhverja hugmynd af eitthvað sem verður að gera? Jú. Já, komdu henni bara framfæri. Eða, nei, ekki neitt. Ok. En nei, ég er búinn að hlusta á þetta í mörg ár. Þessi mynd hérna á haustgöngu, við förum yfir í haustgöngu á hverju ári og við erum að bíða bara eftir eða góða veðrið komið aftur. Við erum með nemendaráð og við erum með 8 aðila í stjórn nemendafélagsins og ég ætla bara að sýna örstutt í lokin að þau gefa út svona dagatal
Það er eitt fastur viðburður í rauninni sem að hefur fest sér dálítið í sessi, það er þessi bolti svo kallaði á þriðjudagskvöldum, þar sem að þau fara í íþróttahúsið eða hérna úti í fótbolta, körfubolta, þau eru í blaki. En þetta er ekki bara það að það eru einhver sem að spila, en þetta er líka bara svona fyrir þau að hittast. Og það eru mörg sem að fara bara og fylgjast með og þetta er alveg skemmtilegt. En síðan eru, eins og er þarna, þá er spurningakeppni á vistinni á fimmtudagskvöldi, einhver leyniviðburður sem ég kann nú ekki alveg deili á og það er karaoke sem að Listakademían stendur fyrir og svo er treyjudagur á 27. Og síðan bara til að segja ykkur líka eitt sem er í bígerð að í vor þá var endurvakið eitthvað sem heitir Austfirska Ólympíuleikarnir, þar sem að við fórum með nemendur upp í Egilsstaði, kepptum við nemendur úr ME og FAS á Höfn og það er sér stefnan á að fara vonandi á Höfn einhvern tíma núna í nóvember með nemendur að gera sama og það verður þá auglýst. Og það er bara ótrúlega mikilvægt líka fyrir það að hittast aðeins í stærra samhengi á öllu Austurlandi. Og ég tala um að hafa Hornfirðinga með, það er skemmtilegt. Hvað stendur klukkan hvað er vatnaboltinn? Hann er klukkan 9. Það er eina sem er kannski leiðilegt við þetta fyrir þau sem að búa ekki hér. Það er samgönguleysi og eitthvað svoleiðis en hérna. Ég get bara blásið dýna fyrir Smára. Já, Já, það er ýmislegt hægt. En kannski bara, ef það er einhverja spurningar í lokin, þá með ég endilega koma með þær. Annars bara þakka ég kærlega fyrir komuna, gaman að sjá ykkur og þau sem eru hérna í streyminu. Og kannski bara, þú veist, að ég segi það oft við krakkana að hérna, koma með spurningarna til okkar, spurja fólki sem að vinnur hérna, ekki hika við að koma með spurningarna sama hversu asnalegar fólk telur að þeir séu, komið með það, spurjið okkur. Og ef að spurningin á ekkert heima hjá mér, þá beini ég henni á rétta stað, bara ekki hika við að hafa samband við okkur. Við erum hérna til þess að hjálpa börnunum og hjálpa ykkur til að ná árangri, þannig að það er svoleiðis. Þá bara þakka ég fyrir.